Úri Lambli, Íslandsmeistari í 5 gangi meistara, til hamingju með þetta. Hljóma vel, takk. Hvernig ef þú bara ferð með okkur eins gegn, hvernig tilfinningin núna? Já, hún er æðisleg. Hún skemmtist aðeins þarna þegar ég var aðeins í klúðri þarna í miðsprettunum. En hérna, þetta náttúrulega æðislegt að það skyldi gerast. Fyrsti Íslandsmeistari til 5 gangi, rétt hjá mér eða ekki? Jú. Og búinn að stefna lengi að þessu með álfarinn að ná þessu? Nei, ég get nú ekki sagt það. En ég er búinn að þjálfa náttúrulega alveg rosalega nýtt með og ég er búinn að þjálfa hann að því að reyna að gera flotta forkeppni og reyna að ná þessari tæknilegu útfærslu sem 5 gangur í forkeppninni, já líka úrslitum svo sem. Þannig ég er svo sem búinn að þjálfa nýtt með að því, það get ég sagt. En ég var kannski ekki, Íslandsmeistaratitil er náttúrulega eitthvað sem er ekkert auðvelt að landa og eins og núna voru náttúrulega ægilegir hákarlar í 5 gangi, ægilega margir flottir og sterkir hestar og vel þjálfaðir og það má ekkert út að breiða. Já, Óli, ef þú segir okkur aðeins frá honum álfarinn, hvernig hestur er þetta? Já, hann er mjög jafnvígur 5 gangari. Og það er nú það sem er skemmtilegt við hann, alla gándundur eru mjög góðar og hann býr yfir, þótt hann sé kannski ekkert að fá hæst fyrir stökk, það býr hann yfir miklu jafnvægi á því og hún getur stokkið þrítakta hægt og hratt og á litlum hringjum og gott jafnvægi og það er raun og veru hans, það er góð gangskil og frábært jafnvægi í öllum gangi og svo er hann náttúrulega, hann er mjög svona vinnufús, skemmtilegur og hann er svona mjög til í verkefnið og hann er það sem er mjög svo skemmtilegt, hann er svo duglegur að slaka á. Hann getur tekið á og svo slakar hann strax á. Og svo tekur hann á og svo slakar hann strax á. Og það finnst mér mjög gott, það er svo gott að stilla spennustig í hann. Núna lokum, Úli, svona fyrir hönd okkar hestamanna, okkur skortir sigurvegar á heimsmeistaramóti í 5 gangi. Er ekki bara núna að segja já og drífa sig út? Jú, það var einhver að segja að við mun daginn að vera meira en miðaldra, þannig að það væri nú eftir hverju var ég að bíða. En já, maður verður að hugsa það þannig. Kannski á ég bara slá til ef að tækifæri býðst. Ég er allavega alvarlega íhuga það og er hægt að segja þvert nei. Glæsilegt, Úli, enn og aftur til hamingju með þig og hestinn og árangurinn. Takk kærlega.